Komið sæl og velkomin í spjallið hér á Skjá 1. En fyrst eru það aðrir fjölmiðlamenn sem hafa líka gert garðinn frægan á annarri stöð. Strákarnir í Kompássi, velkomnir. Kristinn Hrafnsson, Ingi Ragnar og Jóhannes Kristjánsson. Það er kannski rétt að spyrja ykkur, hvað eru þið búin að vera aðhafast síðan að þátturum var sleginn af á stöð 2? Við erum búin að vera að vinna í fjölda mála sem við höfum verið að vinna síðustu mánuði og höfum bæði verið í tökum og hitta heimildamenn og þetta eru mál sem eru á mjög breiðum grunni eins og við höfum alltaf unnið, þannig að það verður nóg að gera hjá okkur. Þið eru ekkert hættir? Nei, við vorum alltaf mjög margt í pípunum og það er eiginlega bara ekki í okkur að skrúa fyrir og pakka niður, sko. Síðan fjöldi nýra mála að koma inn og það verið að hringja mann og verið að segja við mann, jæja, þið verðið að taka þetta mál og þó maður segja, við erum landlausir í augnablikinu, við getum ekkert gert við þetta eitthvað farveg, þannig að þið gældu vænt það að vera að sýna okkur ennþá traust og koma með efni til okkar og upplýsingar. Þið eru landlausir, en eru þið eitthvað búin að þreifa fyrir ykkur með það hvar þið getur farið með hana þátt? Það er svo sem ekkert margir möguleikar. Ja, kannski ekki auðvitað garða gresja. Nei, við erum búin að tala við þá sem til greina koma og erum eiginlega svona að bíða eftir því að heyra meira af því. Þetta er allt í farvegi bara? Já, ég meina það hafa aðilar haft samband við okkur sem að vilja finna þessum þætti farveg með einhverjum öðrum hætti heldur en verið hefur, en það er ekki nema 3 sjónvarpsstöðvar á Íslandi sem að koma til greina. Við höfum verið reknir það er eftir. En aðeins sko að því að síðasti þátturinn sem var á leiðinni í loftið og hluta honum var síðan, það voru spilað myndir í Kastljósinu og þú, Kristinn, komst í Kastljósið. Það eru komin einhver eftirmál að því núna, eða ekki? Já, ég fekk símtal frá fjármálaeftirlitinu þar sem að það var boðað að þeir vildu koma á mig bréfi með athugasemdum að því ég hefði brotið þagnarskyldu, það þarf að segja bankaleynd, með því að upplýsa í Kastljósinu þessi kaupþings til Robert Cengiz upp á 280 milljarða króna og ég var aldrei skondið að þeir fundu mig ekki í löggan í FMI og voru svona slæðast til þess að reyna að finna mig, en þeir gáttu að fundi glæpinn. En ég hef ekki séð bréfið þá, en þetta er við samtóna því bréfið sem að blaðið Morgunblaðið hafði fengið, þar sem að þeir höfðu sig alltaf 2 ára fangelsi og 20 milljóna króna stjórnvaldssektum fyrir þessa banka. Og hvað snýst þetta mál þá? Mega blaðamenn ekki lengur segja frá sannleikanum ef það er bankaleynd þar inni? Lögum þagnarskyldu bankamanna tegir sér til 3. aðila samkvæmt þessari túlkun FMI að þeir blaðamenn sem að miðla þau upplýsingum sem þeir fá úr kerfinu, þeir eru samsækir, eins konar þjófsnautar og geta það átti höfðu sér íðalegu hörður refsingu, sko. Og upp á hvað hljóðar hún? Já, samkvæmt mjög upplýsingum, þetta löggjöfin segir það, alltaf 20 milljóna króna sekt og 2 ára fangelsi. Það er hressandi. En þetta er náttúrulega aldrei undarlega svona forgangsröðu náttúrulega FMI að finnst manni að vera eldast við blaðamenn sem er að reyna að grafast fyrir hvað gerðist hérna. Ég meina, við erum með heilt samfélag sem fer á hausinn og við að sjálfsögum búin að vera að garfa í þessum málum. Þetta var svona það fyrsta sem var á leiðinu út í þessum þætti sem var sleginn af 4 dögum áður aftur fyrir loftið og fleira í pípunum, óbirt. Sko, við erum þá bara að gera skyldu okkar og það að koma þessum upplýsingum á yfirborðið er eitthvað sem við teljum sé bara skylda hvort almenningi, að það eru ríkir almannahagsmunir. Og ég veit ekki hvað FM er að hugsa, mér finnst þetta eiginlega bara bráðfyndið. Þetta er eiginlega hlálegt að forgangsröðunni hjá fjármálaeftirlitinu skuli fara beinast í þessar áttir að fara að eldast við auma blaðamenn sem er að reyna veikum ætti að upplýsa hvað gerðist. Þetta kemur líka tímandi sem við erum að lifa núna eru þannig að nú eiga fjölmiðlar, sama hverjir þeir eru, að leggja allt á sig til þess að ná í gögn, til þess að birta gögn og leyfa þjóðinni að sjá það hvað gerðist á Tjaldabaki. Það er alveg sama, ég meina, við höfum verið að fá símtöl frá fólki sem hefur upplýsingar bankahrunið og það sem gerðist á Tjaldabaki í öllu þessu hafaríi sem varð og
og það nauðsynlegt að þessar upplýsingar komist til almennings. En þið eru búin að skoða mikið, þið eru búin að vera, veit ég, bæði búin að gera sjálfur mikið efni í útlöndum og líka búin að fara og kynna ykkur starfsaðstæður í útlöndum. Haldið þetta sé öðruvísi þar heldur en hér? Nú mundu margir segja að þetta væri óþolandi umhverfi fyrir blaðamenn að eiga á hættu að vera reknir eða eiga á hættu að fá sér sektir eða fangelsi eða hvað sem bara fyrir að vinna vinnuna sína. Já, það eru margir sem að velta þessu fyrir sig. Ég menna, Kompás er þáttur sem að hlaut fjölda verðlauna og fjöldi mála sem við höfum verið að segja frá og gera það fréttum sem að hafa, í rauninni sett samfélagið hvolf á þessu 3,5 ára sem að þátturinn var lifandi og velvildin og trösti sem að þátturinn naut var heilmikið. Var gerð einhver tilraun að hálfu yfirmanna 365 til að koma til móts við ykkur, að halda þættinum gangandi einhvern veginn með... Nei, það var ekkert rætt við okkur, sko. Og okkur fannst þetta eiginlega að vera þannig að þetta var ákveðið fyrir einhverju síðan áður en okkur var tilkynnt þetta. Og það voru engar samningaumleitanir, skera niður mannafla eða eitthvað slíkt, breyta framleiðslunni, hafa það smærra í sniðum, eitthvað svolítið. Það var búið að taka þarna ákvörðun það að þetta prógram skildi út og við og það var bara gert eitt daginn, sko. Við skulum kíkja aðeins, þú varst að tala mál sem að hafa vakið athygli, við skulum kíkja aðeins á eitt þeirra, Byrgismáli, sem nú líklega það mál sem hefur vakið hvað mest athygli, svona smá pút á því. Heimildamenn Kompás eru og yfir 20 talsins. Allir bera þér þá söguna að þú takir þátt í kynlífsathöfnum með... Ég skal bara hitta á það hvenær sem Hafir þú 20, ég skal mæta þig með. Guðmundur, við höfum undir höndum gögn sem að sýna fram á að þú takir þátt í kynlífsathöfnum með ungdómsstúlkum. Ég skal segja þér eitt, það var brotist tvisvar inn á skrifstofunum mína og tekna þar myndir, mína persónulega myndir, af mér og konunni og það það sem fólk að bera út á götur. Þú neitar því að hafa átt í og taka þátt í kynlífsleikjum með skjólstæðingunum? Að sjálfsögðu. Við höfum gögn undir höndum sem sýna það? Já, sem sýna það. Þetta eru algjör fjársta, algjör lygi, algjör. Að ég einn harðasti kannski maður þess að leita upp í menn sem að liggja í bílum hringinn í kringum borgina í kynferðislegum athöfnum með úrlinga. Hann segist geta læknað, Guð lækni gegnum sig, sko, og hann segist geta fyrirgefið syndir fyrir Guðs hönd og hann segir að sæði sitt lækni. Sumar bara meðgat ekki og flýja úr byrginu, hrekjast úr því og jafn fara götuna beint í neyslu aftur. Við höfum þessu gögn undir höndum. Ok, það verður þá bara komið í ljós. Vegna þess að ég hef ekkert meira en málið að segja annað en þetta. Það hópur sem stendur gegn mér, hópur sem hefur barist að ná þarna yfirráðum og þeir verða að hafa sína sögur. Þetta mál vakti nú, þú varst mikið í eldlínunni, heldur betur mikla athygli. Það hlýtur að vera dálítið erfitt að vinna svona mála því að menn fara nú ekki í lofti með svona nema að vera með það ansi vel staðfest. Nei, vinnan við þetta það voru margir sólarhringar sem fóru í þarna á síðustu dögunum fyrir þetta. Við vorum alltaf búin að vinna í þessu máli í tæpa 2 mánuði og finna heimildamenn út allt land í rauninni og með þess að fyrir utan landsteinana og það skipti okkur mestu máli að fá þessa heimildamenn til þess að segja okkur söguna. Við þurftum að ná í gögn, við geymdum þau gögn í bankahólfi og við fengum að sjá bæði myndir og vídeo sem að sýndu fram á það að það sem við sögðum, það var rétt. En það var dálítið skrítið strax eftir að þátturinn var sýndur að þá var eins og þjóðin öll tryggði þessu ekki. Það var ekki fyrir að Kristinn Hrafnsson tók viðtal við hann Ólöfu í Íslandi í dag sem að þá svona trúði fólk því að eitthvað hefði gerst þarna. Þetta því að þú oft notað og það eitthvað sem að kannski allir ekki sáttu við falda myndavélar en það ekki í þessu tilviki, til dæmis eins og margir virðast hafa haldið kannski að... Nei, já, það voru margir sem héldu að þetta viðtal við Guðmund sem var tekið fyrir frá Súfistan í Hafnarfirði að þar hefðum við vegið að honum úr launsátri. Hann hefði bara verið þarna í sakleysu sínu að drekka kaffi og fólk getur sett þetta í alls konar myndir en við vorum satt best að segja búnir að keyra á eftir honum í
einhverja 300-400 kilometra úr Reykjavík, austur í sveitir, aftur í Reykjavík, austur í sveitir og tilbaka að reyna að fá hann í viðtal sem við vorum bara að biðja hann að bjóða honum til þess að fá allar hliðar málsins upp á borð og við ákveðum að gera það þarna fyrir fram að súfistana því okkur langaði kaffi. Þú veist, það var nú ekki flóknara en það sko. En umræðan strax eftir þáttinu sem Jói sagði varð mjög óvægin. Það voru nokkri bloggarar sem að rifu upp haglaran og skutu af sér fótinn með því að segja bara sko, þú veist, mannorsmorð þú veist, að þessi maður sem búinn að hjálpa svo mörgum þú veist, hvernig hægt að trúa þessu upp á hann. En Ísland náttúrulega lítið land og einmitt, það svolítið í Íslendingum að við þolum ekki vel svona umfjöllum nema þá hann sé þeim betur staðfest. Guðmundur er nú með alls konar menn í kringum sig. Ykkur stóð ekkert á sama svona dagana eftir þáttinn. Ég meina, er það ekki rétt að þú hefur varla þorað út úr húsi einn, Jói? Það nú kannski ofsagt, en við fengum bara upplýsingar og hringingar og bréf þar sem að okkur var beinlega hótað. En það fylgismenn Birgisins margir á sínum tíma og í gegnum tíðina í þeim álinn sem við höfum unnið að þá höfum við alveg fengið símtöl þar sem okkur hótað eða fengið bréfin og þetta tökum við það allt mjög alvarlega en það hefur ekkert gerst ennþá allavega. Kristín, þú ert einn af þeim blaðamönnum á Íslandi sem hefur líklega verið rekinn, þú hefur verið rekinn nokkur sinnum eða ekki? Já, ég þrisvar á ferlinum og reynda sko alltaf frá sama fyrirtæki undir mismunandi heitum og mismunandi kennitölum. Þannig að það er alveg konsistensi í það sko. En aðeins einmitt starfsumhverfi fjölmiðla á Íslandi miðað við til dæmis þar, er þetta óboðlegt? Já, það er það. Ég held að við erum mjög aftalega meira og það er mjög lítil virðing borin fyrir þessu starfi. Þetta er ekki sko, þetta er ekki álitið sko einhver karriér. Við erum ennþá einhvern veginn eins og við séum svona fyrir áratugum síðan sem stukkun í blaðamennsku til þess að drepa tíma með að ákveða hvað það ætla að læra eða hvað það ætla að vera þegar það eru stórir eða eitthvað eða að þeir fengið ekki þingsæti þá fóru þeir í flokksblöðin í smá tíma. Mögulega er það blaðamannafélaginu að kenna nokkur leyti, mögulega er það einhver leyti að kenna að það hafa verið krytur of miklar innan blaðamannastéttarinnar, milli miðla í stað þess að menn sameinast einhver megingildi sem vissulega eru og við setjum við það í dag í reynd sko að það er orðið svona mönnum er hengt fyrir reynslu og viðurkenningu og við sjáum það í þeirri uppsagnar hérna þó við sem kannski ekki að setja okkur á stall núna síðustu vikur og mánuði að það verið að segja upp sko reynslu mesta fólkinu af fjölmiðlunum í mörgum tilfellum. Já, þú veit það með sjálfur og þú þekkir þetta. Þannig að sko þetta er voðalega ankannalegt sko og við þurfum held ég við blaðamenn að horfa eigið rann og svona skoða okkar stöðu út frá því hvers konar umhverfi við viljum búa til því þetta getur haft áhrif á það. Í svona hóp eins og ykkar þar sem er oft viðkvæm mál og annað, slettist aldrei upp á hjá okkur? Nei. Menn ekki reiðir? Nei, skoðanaskiptin eru mikil og auðvitað þarf að leika devil's advocate og skoða málinn frá öllum hliðum og það sem skiptir mestu máli í þessu er náttúrulega þessi algjöri trúnaður. Ég tala meira suma daga við Jóa heldur en konuna mína. Við erum í þessu 24 tíma. Þetta er eiginlega, sögum ekkert þetta væri eiginlega ekki starf, þetta væri svona ákveðin lífsmáti af því að þú ert alltaf í símanum, þú ert alltaf að fá eitthvað, þú ert alltaf að leita að einhverju og þetta er það sem við höfum gaman að því að gera. Slettist það er ekki þannig. En það eru náttúrulega, við erum að vinna og þegar við vorum að vinna upp á stöð og núna erum við að fá símtöl frá fólki sem að, eins og Kristján var að segja á, sem að vill að við tökum á okkur málum. En auðvitað höfum við unnið í málum líka það sem að er verulega, sko, það er svona dálítið erfitt að fara inn í þau, okkur vantar einhverja heimildamenn eða okkur vantar einhver gögn sem að sýna fram á eitthvað ákveðið og þá setjum við þau mál í salt og erum svona djóðum og vinna í mörgum málum í einn og auðvitað í þessum hópi ræðum við þessi mál og allar hliðar og það er mismunandi bak þannig að þetta er mjög heilbrigð blaðamennska myndi ég segja.
Við tókum aldrei þá stefnu í fyrra að líta út fyrir landsteinina og fórum í endurmenntunarferðir svona að segja, fórum til Kaupmannahafnar og skoðum svona sambærilega þætti þar hjá sjónvarpsstöðvum. Við Jói fórum á ráðstefnu í Noregi síðastliðið sumar með rannsóknarblaðamanna. Við höfum borið okkur töluvert eftir því að mynda tengsl og skoða þetta umhverfi, sérstaklega í Skandinavíu, og mynda tengsl allan heim að sluta til sem ansvar við svona ákveðnum þrengingum sem eru gagnvart miðlunum. Það er alveg erfitt að sinna rannsóknarblaðamennsku þegar að umhverfið orðið svona alþjóðlegt. Þá eru að mynda tengsl og vinna bara með það sem þú getur, taka menn í viðtölu við gervihnött, fá aðstoð hjá kollegum í útlöndum og svo framvegis. Þannig að við höfum alveg góða yfirsýn það hvað svona þáttur að gera, hvernig hann unnin, hvaða viðmið eru og annað slíkt, sérstaklega í Skandinavíu, og það var mjög ánægilegt að sjá það. Fyrir það náttúrulega, við erum 4-5 manna makar hver og einn, meðan við Danmarksradio, Svíþjóð og Noreg. Ég held að það meðan við mannfjöldan og budgetið, náttúrulega vorum skítbillir þannlega síðan, hræbillir, að það sem að Kompás var að skila var í fyrsta lagi fullkomlega sambarlegt við það sem að var verið að gera þarna úti. Hann var ekki síðri þáttur og auðvitað voru gæðamunur á þáttunum, viðurkennum það er ekki einhver að gerist, en og nálgunin, aðferðirnar, fagmennskan var svo sama. Það var að tala hluti eins og faldar myndavélar, það allstaðar mjög svona krítískt og umdeilt faldar myndavélar, og við erum meðvitaður á það, og þetta er eitthvað tæki sem ekki notað nema mjög svona vel athuguðu máli. Þessi umræða allstæðar í gangi. Faldar myndavélar notaðar á Danmarksradio, í þáttum í Svíþjóð líka, þannig að þar menn búin að marka sér ákveðna grensu, og þá ánægilegt að sjá það að þessar grensur og þessi viðmið eru þau sömu og við í sjálfum sér vorum búin að setja niður fyrir okkur. Það var líka að halda áfram smá auglýsingar og höldum áfram eftir þessi strákur. Já, komið þið sæl aftur, þeir eru hérna strákarnir úr Kompás hjá mér. Áður en við höldum áfram með þá ætlum við að sýna bút úr einu af eftirminnilegri málum sem að þeir tóku sér fyrir hendur. Innum dyrnar kom Ágúst Magnússon. Hvað ert þú að gera hér? Hei, góð kvöldi. Það er gröð sem brúniði. Fóðu sætið hans hérna. Það er ekkert. Þú ert dæmdur bannaníkur. Ég ætla að láta þér fá umslagið. Taktu þessu umslagi. Þú skal taka þessu umslagi vegna þess að það koma fram þarna upplýsingar sem þú þarft á að halda. En ég vil fá þig hérna í viðtal. Mér finnst þetta bara alveg hreint ömurlegt að ég skyldi hafa farið þessalega sprungið svona þarna. Virkilega ömurlegt, því að í mínu hjarta þá var þetta eitthvað sem ég ætlaði mér aldrei að gera. Það líður ekki sá dagur að ég sé með hugan við fórnarlunum. Ég á hverjum degi, og ég vil gott að komast inn á því ég langar að koma því áleiðis til þessar drengja. Á hverjum degi þá bið ég fyrir þeim. Og kannski getur satt líka ekki bara á þessum 6 einstaklingum sem að þarna voru í dæminu. Það eru þeir getur sagt, og ég bið fyrir þeim líka á hverjum degi. Þannig að Þú varst bara dæmdur fyrir 6, það eru semst fleiri fórnarlömb. Fórnarlömb hljóta náttúrulega alltaf að vera kannski fleiri hjá einstaklingum. Það kemur ekki allt upp. Hvað eru þið mörg? Það er kannski engin rosafjöldi, en það er samt alveg eitthvað. Hvað eru þið mörg? Ég held að þessi kannski kringum 5-6 voru við þetta sem hafði verið ef að kerti, sko. Jóhannes, þarna er þessi maður Ágúst í raun og veru að viðurkenna á sig glæpi bara í viðtalinu. Þið hefur oft verið á undan lögreglunum að segja. Er þetta eftirminnilegasta viðtal sem þú hefur tekið?
Já, með þeim eftirminnilegri, vegna þess að það kemur náttúrulega maðurinn dæmdur fyrir hrikalega glæpi gegn 6 drengjum og þarna viðurkennir hann alltaf 8 fleiri fórnarlömb og lögreglan skoðaði málið en það varð ekkert úr því og jú, það hafa verið mál sem að við höfum verið í rauninni á undan lögreglunni og lögreglan hefur síðan skoðað í kjölfarið og það í þessu tilfelli náttúrulega fór Ágúst inn í íbúð þar sem að við vorum búin að koma fyrir sem sagt tálbeitu kompás og auðvitað það hvað maður að segja, aðferði sem eru mjög umdeildar en þetta var til þess og okkar umfjallanir þessi mál urðu til þess að í samfélaginu var svona vakning það að hvað internetið getur verið mikil hætta fyrir börn og unglinga þegar að menn eins og Ágúst og fleiri eru að reyna að lokka þau til kynferðislegra athafna. Þið birtið þarna Ágúst náttúrulega mynd og takir síðan viðtal við hana því að hann dæmdur fyrir en hinir voru ekki sýndir. Nei. Þið blörrið fyrir andlitin á þeim. Kom það einhvern tíðan til greina að birta bara andlitin á þeim? Nei, það gerði það nú eiginlega ekki sko af því að það sem við vorum eiginlega að sýna fram á var sko einbeittur brotavilji. Við höfðum áður veitt svona ákveðna fyrirsátt með tálbeitu og þarna vorum við í fyrsta skipti að hvort að þessir menn myndu virkilega ganga yfir þröskuld það sem héldu að 13 ára stúlkubarn væri. Það einbeittur brotavilji en þeir eru ekki dæmdir fyrir neitt glæp. Tilgangurinn var ekki að gera þessa menn þjóðþekkta heldur að sýna fram á það að það eru fullorðnir karlmenn tilbúin til þess að reyna að lokka börn og unglinga til sín til kynferðislegra athafna. En að sjálfsögðu þegar Ágúst Magnússon kemur inn í íbúðina dæmdur barnaneyðingur á reynslulaust var á vernd á þessum tíma að þá ekkert annað að gera heldur en að segja frá því að þessi maður hafi komið þarna í þessum tilgangi. Það bara skildar. En þegar þið taluðu með mitt þessar umdeildu aðferðir sem þið hafi notað og svona sem að þið hefur gert í þessum þættir sem að þið sjáuð eftir eða þar sem eitthvað finnst þið kannski hafa farið yfir strikið eða ekki verið sanngjarnir? Nei, það ekkert þarna sem að eins og við vorum að tala á hann, við ræðum þetta mjög mikið, allar okkar aðferðir og notkun á falinni myndavél það mjög það mjög yfirvegaðri athugun að falinni myndavél sé notuð og þá það eingöngu notað til þess að upplýsa eitthvað athæfi, manneskju eða eitthvað hóps eða hvað það og þá það alveg sýnt að við myndum aldrei ná þessu atriði nema að nota falda myndavél alveg eins og sjónvarpsstöðvar á Norrlöndum gera eins og Kristinn var að tala um áðan. Ég ætla að segja síðan sögu líka að varandi kompás sem að náðu þarna þessum líftíma að í sögu þessa þáttar að þá ekkert mál sem að endar í kæru til blaðamannafélagsins vegna brota á siðareglum. Það voru fjöldi hótana lögsóknir en eina lögsóknir sem að komin í dómsal og verða dómsmál lögsókn frá Benjamin Þorgrímssyni Benna Olsara sem að býður afgreiðslu í dómi þar sem að hann telur að Kompás hafi brotið gegn friðhelgi einkalífs hans því teknum voru myndir á hann verið að lúskra á manni á almannafæri 10 milljónir. En hótanir og kærur, þú sagðir einu sinni við mig og þegar maður sem skrifaði grein í Morgunblaðið þar sem hann sagðist að kæra mig og nú var ég formlega orðin blaðamaður. Ég hljótt að vera nefnt svolítið mikið í þessu. Það hlýtur að vera og eðlilegt að þegar að við erum að fjalla mannesku sem að brýtur af sér í starfi eða brýtur af sér á eitthvað þann hátt sem að hlýtur að þú veist telja vera brot á lögum og þegar að fjölmiðill fer að fjalla það mál og gerir það af skynsemi og heiðarleika eins og við höfum verið að gera að þá verður sá einstaklingur mjög ósáttur og hótar málsóknum og annað en ég meina ég held að sé bara hluta á starfinu og sýnir það að maður að gera eitthvað rétt. Og það geta amast við í sjálfum sér, ég meina auðvitað hefur fólk sér rétt og
það hefur það rétt að fara fyrir dómstóla með mál eða til á sig brotið og við sem fjölmiðlamenn og fjölmiðlar almennt geta ekki smokað sig undan því eða kveinka sig undan því að því nefna þetta með Kompás, þetta þáttur sem að frá upphafi hárbeittur og hann beitir harðri blaðamennsku en það er semst engin dómur og það er engin siðanefnda úrskurður gegn þættinum og það segir í sögum það að það hefur ekki verið farið sko galgopalega geyst í málum. Það er allt þarna yfirveguð ráðið og það er allt hugsað til enda sem hann er gert og sagt. Útlönd, þegar við farið oft þangað. Við skulum kíkja aðeins á eitt brot frá Afganistan. Kjúklingastræti í Kabúl. Hér sprakk sprengja 23. október 2004. Henni var beint gegn alvopnuðum íslenskum friðargæsluliðum sem stóðu vörð við bíla sína á meðan yfirmaður þeirra var að semja teppakaup. باز من یک بچه که دیگه گفتم که تفرور بگفت ما دختر کاکای تو جفته من گفتم نه نفتم من دیگهشم انفجار نکده بود من رفتم دویدم مردم من نمیمان میگفت نرو که من دیگهش انفجار میکنه تا گوشید میشه من گفتم نه من خیر است من میرم من که رفتم دیدم مو جفته بود کتابای بعد از وقتی مردم موترشان شفا خانه بود باز شفا خانه ساعت خازان خفتن داد که باز دیگه مردک بیچاره. Domestic violence is at an incredible percentage, up to and including murder. This is a country where it is not seen as a crime to murder a daughter who defies you or a wife who does not do exactly what you want her to do. Það felst innri mótsögn í nýrri stjórnarskrá landsins sem getur komið konum illa. Í 22. grein jafnrétti kynjanna tryggt, en í 3. grein segir hins vegar að ekkert megi lögfesta sem sé í andstöðu við islam. Sharia-lög eru því de facto æðri öðrum lögum. Þessar utanlandsferðir, þið, Kristinn og Ingi fóruð til Íraks líka. Já. Var það ekki dálítið erfitt að komast þangað? Til Íraks? Fyrir það fyrsta? Nei, við hindar fengur nú digga aðstoð frá bandaríska hernum, fórum eiginlega sem svo kallaði embedded blaðamenn hjá bandaríska hernum. Álímdir? Álímdir blaðamenn, að gangast undir ákveðin skilyrði að mynda ekki flutningalestir og máttum ekki mynda lík hermann og svo framvegis. Skrifum undir heilmikið dóðrænt. En það voru eitthvað leiðindi í utanríkisráðuneytinu íslenska, eða ekki? Já, íslenska utanríkisráðuneytinu tekið inn á sig að það ætti engir íslenskir blaðamenn að fara til Íraks og ég vissi það að ráðuneyti hafði neitað að veita fréttamönnum frá RÚV og Morgunblaðinu fyrirgreiðslu við að komast inn í Írak og þá aðallega til að kynna starfi íslensku liðsveitanna í Írak sem var nú lengst af bara ein manneskja og síðast Herdís Sigurgrímsdóttir hjá NATO herliðinu þar. Þannig að við fórum hina leiðina, við bara tölum við bandaríska herinn og það var reyndist tiltölulega auðsótt að fá leyfi til þess að fara þarna inn í gegnum þá og að vísu þá var utanríkisráðuneytið ekki mjög sátt við þá leið þegar þeir höfðu að því spurnir og ég frétta því að það gengur þar svona hótanir að leggja stein í götu okkur, jafnvel kvartaði bandaríska sendiráðið og hindra för okkar og það reyndar var svona greitt úr því eftir að ég hafði samband við aðstoðarmann fyrrverandi utanríkisráðherra og sagt að þetta kannski erfitt til afspurnar ef að ráðandi ætla að grípa til slíkar aðgerðar. Aðeins á lokum langar að spyrja ykkur hvað þið eruð að vinna núna að málum. Eitthvað sérstætt, eruð að vinna að málum tengdum bankahruninu eða? Við erum að vinna að málum tengdum bankahruninu, við erum að vinna að mjög sterkum sögum sem að Íslendingar tengjast, bæði hér heima og erlendis og við erum að vinna, það eru margir sem álíta Kompás vera þáttinn þar sem að við fjöllum eingöngu sko fíkniefni eða barnaníðinga undir heimana, en þegar að fólk sér og horfir á, við gerðum rúmlega 100 þætti, fréttirnar sem kom í þáttunum voru tæplega 300 og sviðið sem við fjölluðum það nær, sko, við tókum allt sviðið.
Ég vona að þið finnið ykkur fljótlega farveg með þáttinn, strákar. Takk hérlega fyrir komuna.